Fylkir að tapa töluverðum tíma eða ekki? Hann að tapa töluverðum tíma, maður sér það að bíllinn hann lítur út fyrir að mjög stífur og erfir í stjórn. Já, en það var ekki að tapa mínútu eða eitthvað? Fylkir, þú ert að tapa töluverðum tíma eða eitthvað að? Já, aflleysi, gengur bara 3. Var það strax á fyrstu leið? Já, hérna í dag, já. Kom inn á miðri leið. Haldið þið ná að gera við þetta? Við ætlum að reyna. Gangið vel. Fylkir, þú varst í smá vandræðum með bílinn í fyrstu keppni, ekki alveg búið að gera við hann fyrir Hólmavíkurrallið? Jú, við skiptum öll háspennukeflin og hann á að vera bara í fínu standi. Hvernig ætlar að gera þessa keppni? Ekki bara flatt átt? Því ekkert annað? Nei, ekki neitt. Hvernig verður staðan í hádeginu heldur þú? Ég ætla að vona að ég verði með fyrstu 3 bíla. Og já, alveg ný leið fyrir alla keppendur núna morguninn. Hentar það þér betur heldur en öðrum að vera með alveg nýja leið? Ég keyrði þessa leið 2000 og þannig að hún ekki alveg ný fyrir mér en hann röð og góð og flott leið. Hvar mun úrslit ráðast í þessari keppni heldur? Hún mun ráðast á heiðinni sko. Það er alveg bara fyrstu leið á heiðinni, þá ræðist þetta. Gangið vel. Takk fyrir það.
Erum við góðir? Fylkir, annarsætið í hádeginu, ertu sáttur með það? Já, mjög svo, mjög svo. Og hvernig hefur aksturinn verið á þér? Bara halda sér á veginum? Bara halda sér svona í toppbaráttunni og hérna þeir Baldur og Baldrarnir þeir eru náttúrulega með yfirburð, þeir eru með hérna hraðari bíláti, þeir eru með 6 gíra kassa, menn ég er með 5 gíra kassa. Þannig að þeir hafa yfirburð á þessari leiðum sem við vorum að keyra í morgun. Þannig að þetta er bara búið að ganga mjög vel og svo sprengir Baldur eldri á heiðinni upp yfir og það fer í fram úr honum og kemur upp í öðru seti þannig að þetta er bara eins og plön voru sett upp sko. Já, Jón Bjarni búinn að vera svolítið að kissa kantana bara á öllum leiðum. Ertu að vonast bara að hann muni sjá sig sjálfur? Ef hann er skynsamur þá keyrir hann safe sem restinni er. Er hann skynsamur? Ég held ekki sko. Það er svolítið leikur í honum og hann langar til þess að keppa aðeins á línunni og þannig að það er bara spurning hvað hann gerir. Þú ætlar að halda þér á veginum eftir hátíð? Ég þarf ekkert neitt að rembast, þannig að ég get keyrt bara mjög rólega á þessu 2 leiðir sem eftir er og þá held ég öðru sætinu. Ég er ekki að fara að ná hérna Jómba með að keyra henni hraðar sko. Einu möguleiki til þess að ég geti náð honum er að hann gerir mistök sko. Þannig ég ætla bara að halda mínu striki og Já, þá verður staðan góð hjá þeir í Íslandsmótinu. Þá hérna já, ég veit nú ekki, ég er með 10 stig í Íslandsmótinu núna þannig að það er bara að sjá og gera. Gangi vel eftir hátíð. Takk fyrir það. Fylkir, til hamingju með annarsætið. Takk fyrir það. Hvernig var svona hátta aksturinum í dag? Var þetta bara öruggt allan tímann? Þetta skýrðist á fyrstu ferði yfir hérna heiðina og svo var bara að halda þeirri stöðu því að ég átti ekki möguleika að geta náð upp í fyrsta sætið en að halda öðru sætinu og það gekk bara. Og þá ertu orðinn efstur í Íslandsmótinu? Mér skilist það, ég sé efstur í Íslandsmeistaramótinu. Og já, það er kannski sanna það að það bara hanga á veginum og keyra þétt að það skila sér? Rally er náttúrulega ekki búið fyrir en að búið og þetta er lagni alveg frá upphaf til enda og maður þarf bara að spila smá taktík þegar áður maður leggur á stað, hvernig maður ætlar að hafa þetta sko. Og náttúrulega þú ert alltaf bara að læra meira og meira á bílinn, þú ert náttúrulega bara tiltölulega nýbyrjar að keyra bílinn, þannig að þú fer bara hraðir í næstu keppnum. Já, gera það. Gangi vel þar. Takk fyrir. Já, Fylkir, hvernig ertu stendur fyrir ljómarallið hérna í Skagafirðinum? Ég er bara mjög vel svo stendur og vel undirbúinn. Og 4 ferðir Mælifellsdalinn, mun keppnin ráðast þar? Já, ég held að hún muni ráðast mögulega á fyrstu ferð en bara á 4. ferð þá verða úrslitin komin sko. Já, svoleiðis að þú hefur trúað því að fólk muni lenda í skakkaföllum og þetta verði orðið ljóst í að snemma í keppninni? Þetta er 23 km löng leið og mjög krefjandi, mjög fjölbreytt og það er ekkert allir sem að höndla þessa leið. Ég er búinn að keyra þessa leið síðan 2000 og þekki hana mjög vel, þannig ég tel mig hafa ágæða yfirburði þarna á þessari leið. Já, hefur reynsluna og hefur sýnt það að bara klára keppnirnar þó að sért ekki með besta tíma á öllum sérleiðum, það skilar árangri?
það skilar árangri og rally náttúrulega vinnst ekki á fyrstu leiðinni þótt að margir halda það að þetta er næstu 100 kílómetrar bara á þessum 4 leiðum og það er mjög svo krefjandi sko. Þannig að ætlar þú að gera svipað og gerir í fyrstu 2 rólunum að bíða eftir mistökum með öðrum og halda þér á veginum? Ég beið ekkert eftir mistökum í hinum en þeir sá alveg það sjálfur og svo þegar tvær leiðir voru eftir þá reiknaði ég bara saman hvað ég átti mikinn tíma í næstu bíla og staðinn fyrir að fórna bílum þá hægði ég bara á mér. Gangi vel á morgun. Takk fyrir það. Já, Fylkir 4. sæti í dag, ertu sáttur með það? Já, ég má þakka þig bara fyrir að hafa náð að klára það sko. Og já, ekkert spes tímar þarna morguninn, er eitthvað ástæða fyrir því? Já, ég fekk smá bílveggi í morgun og var bara mjög slappur og var lengi að koma mér í gang. Eitthvað ástæða fyrir því? Ertu bara búinn að vera að reyna of mikið á þig eða hvað? Nei, þegar vorum að leiða sko í gær og þá bara var ég eitthvað smá veikur og þetta náðist ekkert úr mér fyrir einhvern eftir hádegi í dag og þannig að þetta var ekki góður morgun hjá mér. Og svekkjandi að missa Baldur Hlöðversson framfyrir sig eftir að Baldur lendir í vatnavesininu. Já, hann klúðraði svolítið þarna á næst síðustu leiðinni þarna upp yfir og tapa með 30 sekúndum, það er frekar sorglegt. En já, Íslandsmótið það galopið fyrir þig, þannig að hafi bara fullferði í Rally Reykjavík. Já, það er ég er ofta að sjá hvernig við endum í þessu en þetta er bara spennandi. Gangi vel í næsta rally. Takk fyrir það. Já, Fylkir Rally Reykjavík framöndan, hvernig ætlar að haga akstrinum? Ég ætla að keyra öruggt og safe. Og hvernig heldur að staðan verði í kvöld eftir djúpavatnið? Ég segi að
Baldur Yngri, Sigurður Bragi og skal ég segja Gunnar Karl verður í fyrstu 3 sætum. Ég plana ég sé svona í 4. sæti. Og svo spurning hvað Eyjó gerir, hvar hann verður. Það ráðgáta sko, hvað hann gerir sko. Hann verður mjög hraður, maður þekkir þessar leiðar. Og já, mjög hröðum bíl, heldur hann verða að kýtla turbóbílana? Já, alveg hiklaust, hann gefur þeim ekkert eftir sko. Og já, þú talar að vera í 4. sæti eftir daginn í dag, ætlarðu þá að fara að keyra hraðar á morgun? Já, svo rally byrjar rauninni á morgun, þetta bara svona smá upphitun og við byrjum að keyra Hekluna sem rúmlega 30 km leið og það rauninni bara þólakstur og skiptir miklu máli að bíllinn sé í góðu standi því að þetta bíllinn hitnar mikið og þetta sandur og þannig að það reynir rosalega mikið á hann þannig að þú verður bara að keyra það mjög örugt sko. Og þú hefur einmitt verið að gera það í sumar, verið að halda þér á veginum annað en keppinautarnir, þannig að þetta rall hlýtur að henta þér, er það ekki? Þetta henta mér mjög vel, svo ég náttúrulega atvinnubílstjóri að starfa sem atvinnubílstjóri og þannig að þetta það sem ég vinn við sko. Að skila þér í mark? Að skila mér áfangastað sko. Gangi þér vel. Takk fyrir það. Já, tekur 3 ár. Taka 3 ár. 3 ár af Gunnari. Fylgir á að keyra virkilega vel, er það ekki? Já, mér syns það. Tók 3 ár af Gunnari hérna með þetta. Mjög grimmur akstur. Já. Fylgir, af hverju ertu undir bílnum þínum? Það gera við, það einhver smá olíuleki hérna neðan úr túrbíninni. Eitthvað sem hefur hægt á þér? Nei, alls ekki. Og bara kippið sér liðin þannig að þetta sé 100% á morgun? Já, bara þessi 110%. Þú varst að keyra mjög vel í dag. Varst það þú sem varst að bæta í eða hinn að keyra hægar? Ég held ég hef bara keyrt jafnt og þétt og hinnir hafi verið að hægja á sér. Hvernig á að keyra á morgun? Örugt. Gangi þér vel. Takk fyrir það. Sína fyrstu leiðina. Hvað heldur að hann hafi dottið yfir þá? Hvað? Hann er að...
Fylkir, hvernig hefur gengið það í dag? Bara mjög vel. Og eins og staðan núna þá ertu eiginlega komin bara með 9 fingur á Íslandsmeistaratitil. Það lítur út fyrir það, já. Og enn og aftur sanna sig að þú til að vinna þá þarft að klára. Já, maður þarf sko að klára til þess að geta unnið. Hvernig er bíllinn? Er hann alveg í fullkomnu standi fyrir morgundaginn? Bara flottu standi. Ætlar að reyna við fyrsta seti á morgun eða ertu sáttur með annað? Eins og ég sagði við upp á rallsins að ég stemdi á hvað það var topp 4 en bílarnir sem yrðu á undan mér að þeir skiptu mig ekki neinu máli og bílinn sem er undan mér hann skiptu mig engum máli þannig ég ætla ekki að keppa við hann. Bílinn sem fyrir aftan mig hann er 2,3 mínútum með 2,5 mínútu á eftir mér þannig að ég þarf ekkert að óttast hann heldur því að hann má fara fram fyrir mig þá fæ ég 18 stig pluss það ef ég næði einhverjum stigum fyrir súperleiðina þannig að þá dugar mér að mæta í síðustu keppnina og ná kannski 8 stigum sko. Þannig að morgundagurinn verður bara mikið að snúast að keyra þétt en halda sér á veginum og engar áhættur. Engar áhættur. Ná í stigin fyrir best fyrir annarsætið, sáttu í þriðasætið og þá bara að taka við titli í haust. Þá stefni ég að titli, já. Gangi vel. Takk fyrir það. Well guys, how have you been driving today? Very well. And just save, now you're in second place and got 9 fingers on the title. Yes. And how are you going to drive tomorrow? Just save just as today or are you going to try to go for first place? No, we are not going to try for the first place. Second or third will be very good because we are only getting the points for the championship. So you're just focusing on the title but not the race win? Yes, yes. Good luck tomorrow. Thank you. Ég hef aldrei heyrt það. Fylkir annarsæti í Rally Reykjavík, er það ekki bara drauma árangur? Jú svo, það er mjög góður árangur. Og Eyjólfur á undan er á jeppanum, bjóstu við því að hann yrði hann í toppslagnum? Já, eins og ég sagði upp á því þá var ég raunin ekkert í keppni við hann, ég náttúrulega var í keppni við hina bílana sem eru að keppa til Íslandsmeistara. Þannig ég var aldrei að slást neitt beint við hann, en ég vildi samt halda Gunnari Kalli fyrir aftan mig og það bara tókst ágætlega. Og nú ertu komin í draumastöðu í Íslandsmótinu? Já, ég veit nú reyndar ekki hvað ég er búinn að fá mörg stig, ég held að 22,5 sem ég fæ fyrir þetta og þannig að það er bara að sjá hvað það gerir fyrir mig. Já, ég held að samkvæmt okkar reikningum er eitthvað 5. eða 4. sæti í síðasta rallinu, þannig að já, bara mæta þar og klára og þú hefur nú sannarlega sýnt það í sumar að það er eitthvað sem þú getur. Já, það er sem ég gerir, ég ætla að mæta og klára það. Og þetta er kannski sanna regluna að þú getur ekki unnið nema á klárir? Þú verður að klára til þess að geta unnið, það er bara er svoleiðis og þannig að það þýðir ekki að taka allt út af bílum á fyrsta degi því að þetta er þolagstur og þú verður að láta bílinn endast. Hvernig fannst þér rallið þegar ganga, gekk í rauninni allt eins og sögu bara og bílinn ekki með neinn vandræði eða? Bílinn alveg bara til fyrirmyndar og dagurinn gær var rosalega góður og flottur og dagurinn dag byrjaði rosalega vel en eina vandamáli við vorum ekkert búin að leiða sko daginn í dag. Þannig að við vorum ekkert rosalega vel undirbúinir fyrir þetta sko. og þannig að við vorum ekkert að taka neitt sérstaklega góða tíma á Tröllags Kaldadal og Það var gott að vera búin að byggja upp gott fórskot. Já, og þannig að ég þurfti ekkert að rembast og fylgjast bara með tímanu þeirra og reikna saman hvað ég átti inni og bæti ef að þess þurfti sko. Til að mikið með annarsæti. Takk fyrir það. Fylkir, congratulations with second place. Thank you.
How did the rally go for you throughout the rally? Was it just fine? Yeah, very well. And the car, no problems? No problem. And now you're in a quite strong position in the Icelandic Championship. Was that always the plan, just to drive for the championship? Yeah, I was not going to try for the first place, only to finish and get the points, and that happened. And this maybe proves the point that if you're going to win, you need to finish. Yes, you have to finish. Congratulations. Thank you. Hamingju, gaman að leika við þig. Sömuleiðis, til hamingju. Hvað tókstu besta tíman hérna yfir eða hvernig er? Ég held það, já. 17.06 held ég. Og ertu í fyrsta seti? Ég held það, já. Það munnaði með að við vorum búin að reikna upp frá við og Raggi að þá átt að munna sekúnd á okkur fyrir þessa leik. Hvað varstu mikið undan núna? Veit það ekki. 29 held ég að Hlölli hann var 31. Hann er 31. Tókstu hann 29 sekundur. Gott, eitthvað svolítið. Vonandi er þetta sigur. Getur maður byrjað að enda tímabilið með sigur, það er ekki Hætti að vera fyndið, sko. Ég sá ekkert út glugga. Þú hefðir á það. Já, það hefði mátt. Framrúðan var bara einn móða. Hvernig í fjandara fer ég í þessa peysum? Setur... Er þetta Balotelli að þig? Já, hann. Varstu svolítið reglufylgjur eða? Já. Hvað helviti stúta? Þetta er einn af kastarana. Þeir eru alltaf dett út og inn. Af hverju settu þið það ekki bara á einhverja aðra kasta? Það virkaði fínt svona fyrst. Fyrir að þú sett meistari fylgir? Já, ég held að. Við erum búin að Svona, reikna þetta fram og eftir tilbaka. fyrstu reikningu. Við erum búin að reikna þetta fram og tilbaka og það virðist vera svo. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Og Baldur, þú tekur fyrsta sæti? Í keppninni? Já. Já, mögulega. Kannski, ég veit það ekki.